Þetta er fyrsta fyrirlestur mín á íslensku og ég vona að ég segja það mesta rétt. Ef það er eitthvað sem þið skilja ekki, bara endilega spyrja eða leið þetta. En ég ætla að tala um myglusveppa í íslenskum húsum sem hafa verið mikið umræðum síðustu ári. Og þetta er hér. Það hef ég bara klippt út fréttir af myglusveppum úr íslenskum húsnæðum sem hafa birtist í 2016. Og sjáu þetta voru mjög margir. Og við hjá Náttúrufræðistofnun, við erum eins og Magnús sagði, við tekum á móti sveppasýni og greina tegundir og ættkvísla í þessum sýnum. Og þessi her sýnir fjöldi sveppasýni sem kemur úr íslenskum húsum og þið sjáu í 2013 það voru þetta tæplega 400 sýni og 2015 erum við komin tæplega 700 en núna 2016 og þetta eru bara sýni sem kommer frá janúar til byrjun november erum við komin í yfir 1300 sýni. Så spurningen er, af hverju er þetta svona? Af hverju eru alltid einu myglusveppir allstaðar? Þetta er ekki nýtt vandamál. Það í fleirum heilmyndum er talað mygla hefur líka vaxið í torfbænum. En það er kannski öðruvísi núna í nútíð. Við hefum meira athygli á því að því margir hafa lendið veikindum frá rakaskemmdum húsnæðum og núna hefum líka aðferðir til að rannsaka hús varðandi myglusveppi sem við áttum kannski ekki áður. Og til að komast í veg þessi myglusveppi innanhús er mikilvægt að skilja myglusveppi. Hvernig vaksa þau, hvernig fjölga þau sig og hvernig koma þau inn í hús. Og ég ætla að tala aðeins hvað eru sveppi eiginlega. Sveppi eru flokkar í þeirra eigin ríki sem heitir svepparíki. Þetta er eins og plönturíki og dýraríki. Það eru skráðar tæplega 100.000 tegundir. En áætlað tegundafjöldi eru á milli 1 og 1,5 milljón tegundir. Flestir sveppar myndir svo kallar sveppþræðir, sést hér uppi á myndi til vinstri uppi. Þessi þræðir sést oft ekki með berum augum, það þarf smásjá til að sjá þeim vel. Og mikilvægt að vita er, þessi þræðir vaksa ekki bara á yfirborði, þeir vaksa inn í efni. Sveppir lifa af, þau draga í sig næring og uppleysku umhverfinu, þau mynda enzýma og setja þau út í efni og enzymes, þau bara leysa upp hér í lífrænt efni og sveppirna draga þetta síðan inn í sig. Þau fjölga sig með gróum og það eru til hvers konar gró. Við kallum þau á íslensku vannkynsgró og kynsgró. Vannkynsgró, þetta eru gró, þetta er eins og klón, þetta er alltaf það sama, þetta er ekki, þau fjölga sig í gegnum að klóna sig sjálf, þetta er alltaf það sama her, gene material í hver gró. Ja, erfefni, takk fyrir það. Og svo eru til, þau myndast oft á svokallum, við sjáum her til vinstri, á gróberum og svo geta þau líka fjölgt sig með kyngró og þetta geta verið það sama sveppur, sama tegund og hún geta sem sagt búið til svona gróberi, fjölga sig kynlaus og svo ef aðstæður breytir geta þessi sveppi hér búið til kynjagró í svo kallum gróhislum til dæmis. Og fjölga sig með þessi kynjagró. Ég ætla að tala aðeins meira þetta þegar ég tala myglusveppi. Og þegar maður skoðar sveppi sem vaksa innanhús,
Det mye fjølbreytileg. Det 100-150 tegundir svepper som man finner ofte innanhus. Og fleste serier kalla miklosvepper. Og hva nå disse miklosvepper? Som jeg vil endelig komme fram, I forrettene vi ofte taler miklosvepperin fanst, en som setter seg ein. Det ser spyr vel om mynden, dette mye fjølbreit håper med mørgum tegundum. Og miklosvepper ikke flokkene freidelig håper, en mer hentuga håper, så det mange her mismunande svepper. Flest fjølger seg kinnløys med vannkinnsgrå. Noen ser mindre like kinnsteg og fjølger seg med kinnjagrå. Og miklosvepper bare naturlig lute av umkvæv I åker og brøter ned og livrein eppene I naturen. Og mikkelvære veta like at det mindre mørk eppene sambund og lute av de så kallet mycotoxins, som kallet svepper etter eppene av islandske. Disse mynd sine hva grå, svepper grå, geta være fjølbreytileg. Det geta være bare en frume, og det geta like være sammensett og mørgum frumum. Sveppene framleder mye mørk grå, og gråen mye lite, så det ikke hægt å se seg med bærum øyne. Det alt stedet kring oss I andrumsloftet, og vi ser seg ikke, det bare noen mikrometer stå. Og myndast av gråbærum det I gråhirslum, det I asksveppum, som svepperhopper I askhirslum. Og gråen henter dreivingum med loftstrønum, det like med vattnet, så det fer efter hva det tegund det Hva vakser miklosvepper? Stutt sagt, miklosvepper vakser alt steder. Det nærmest ikke hardt å finne steder som ikke vakser miklosvepper. Jeg alltid så I fretten om enkelte steder, så jeg vakser like og her I gamen og her, hva det her? Jeg vunner glemmer hva det av islandske, her. Ja, en stutt sagt, det vakser bare alt steder. En hjemme I Jarðvegi og jøtedyra og svepperleifum, brotna þau nýdu. Og miklosvepper þurfa ákveðin hluti til að lifa. Þetta matur, eins og við öllu, og matur alls konar lífrænt efni fyrir þau. Þetta raki og kjörhiti. Þó þessi kjörhiti geta verið mjög breytileg. Hvernig koma miklosvepper Í hús? Som sagt, grå alt stader I loftene, en geta like fyllt maten, til dæmis ávextum. Og þau kommer bare inn I hus, I gegnum klukkana eða hurðina, eða bara I gegnum bara alt stader loftreistingar, og það mjög eðlilegt. Þetta ekki vandamál. Þetta verður fyrst vandamál þegar miklosvepper byrja að vaksa innanhús. En som sagt, þau þurfa næringarefni, og næringarefni finnst Í flestum byggingarefnum. Þau þurfa kjörhiti, og eins og við höfum stofuhiti inni, það mjög þægilegt fyrir sveppi, og þau þurfa raki. Og af þessum þremur hlutum raki einasta sem við getum stjórnað. Og það fleiri raka uppsprettir. Raki geta komið utanfrá, til dæmis Í gegnum flóð eða vatnsleki, vatnstjón. En líka innanfrá, og það gerist þegar við höfum ekki nægjanleg loftræsting, eða þegar það myndar kuldabrú. Kuldabrú myndast Í hotnum Í herbergum, þegar loftin streymist til dæmis ekki jafn Í gegnum herbergi, og hotnin oft kaldari en loftin og byggingarefni kring þau, og það myndist litla vatnsdropa. En hversu mikið raki þarf innanhús að miklosvepper geti byrja að vaksa? Oft talað water activity, ég hef ekki hugmynd hvað þetta heitir eitthvað á íslensku, en þetta bara tala sem sýna hér magnið af fáanleg vatn fyrir lífveru. Og hún getur verið á milli 0 og 1. Og það til þursækna tegundir sem vaksa við water activity sem undir 0,9 og geta verið
lægsta 0,65. Það sést svona á þessi mynd her. Þetta Aspergillus tegund. Og her sést þessi her relative humidity. Og her sést hitastig. Og þessi tölur her inni sína dagen her, hvað heitir dagarnir sem þau, hvað heitir fjöldi dagar sem þau þurfa til að vaksa. Og það sést rakastig getur verið mjög lágt og þessi tegund getur samt byrja að vaksa. Hins vegar þessi her, Stachybotrys cartarum, svartmikla, ég ætla að tala meira hann seinna. Hann þarf mjög mikið raki, nánast her 95% til að byrja að vaksa. Og þessi mynd sýna bara uppspretta af raki innanhús. Og það mjög oft í baðherbergjum og oft líka her í þaki, að þak byrja að leka eða pípur byrja að leka í baði og í eldhúsinu. Og það mjög algengt á Íslandi líka að gluggi byrja að leka og hurðir. En það líka oft kemur raki líka frá kjallarum og jarðvegi og ef það ekki dræni og það ekki nægileg rakavörn, já, takk, þá geta líka komið raki inn frá jarðvegi og geta safnast sér í kjallanum og í steypunni. Så hvernig nú hægt að finna mygla í húsinu? Því mygla geta felið sig og það geta falið sig og ekki hægt alltaf að sjá mygla í húsinu. Og það nú oft notað rakamælari og stundum líka notað hitamyndavél til dæmis að finna kuldabrú. Mikilvægt líka að vita saga húsins. Að því það geta hefur komið upp gammalt vatnsleki sem hefur fyrir lengi þornað upp og ekki hægt að finna lengri með rakamæli. Og það bara gott að spyrja íbúar saga húsins. Ekki á Íslandi en í öðrum löndum stundum notað svokallaðar mygluhundir. Að því hundir geta lykta miklu meira en við og geta verið stundum notað til að finna mygla innanhús. Svo verða tekið sýni af byggingarefni og aðallega sendt hingað. Það hægt að taka loftsýni og skoða grómagni í lofti. Síðan hægt að mæla MVOC sem þýðir her volatile organic compounds. Þetta bara efni sem sveppina framleiða sem fara inn í lofti og hægt að mæla þau. En líka hægt að taka ryksýni og senda þetta til DNA-greining. Og sérhæft í að skoða húsnæði á Íslandi Hús og Heilsu, Sveið hjá Eplu og þau allir her. Þau sitter bara her í fyrsta röð. Málið að oft mygla ósýnileg. Sýnileg mygla kannski bara 20%, en oft mygla ósýnileg. Það annarkvort ljósetegundir sem vaksa á efni sem sést ekki strax, en oft mygla bara bakvið eða inn í byggingarefni og það oft stærsta vandamál. Og her við búið til listi af algengum tegundum í myglusveppasýnum hjá Náttúrufræðistofnun. Þetta margir fleiri sem við hefum skoðað og við hefum fundið. Mikilvægt að skilgreina tegundir og ættkvíslir. Við talum stundum tegundir en við meinum ættkvíslir og ættkvíslir bara til dæmis til dæmis þegar við höfum acremonium. Acremonium ættkvísl og ef þetta tegund þá fær hann annan nafn. Það geta verið margir tegundir í einu ættkvísl. Og ég ætla að tala nokkra algengi ættkvísli og tegundir sem við sjáum í myglusveppasýnum hjá Náttúrufræðistofnun.
eru aspergillus-tegundir. Mjög algengur. Þetta er mikið tegundafjölbreytni í þessum hóp, fleiri en 250 tegundir. Og geta verið á þessi mynd hér uppi hann brún en þessi sveppi geta haft alls konar litir. Það sem sést á myndin hér uppi og enn betra hér eru gróberar og þau mynda gró. Hér sést gróin í keðjum og gróin eru mjög lítil. Bara nokkur mikrometer, 3 til 5 oft, og eru oft vörtað og dreifist í loftin. Þessi sveppir geta mynda kynnstig með kynjagró og það eru margir ættkvíslir, en mjög algengt innanhús ættkvísl sem heitir Eurotium. Og þessi kynnstig verða oft myndað þegar water activity fer niður. Þegar það bara minni vatn til staðar. Það sem mikilvægt að vita þessi sveppahóp að þau eru hitaþolnar. Þau geta vaxið frá 6 til 60 gráður Celsius. Og við sjáum þau með alls konar byggingarefni, en mjög oft sjáum við þau undir svona linoleumgólfdúkum, oft í lím, en líka í múr og steypa. Og málið með aspergillus-tegundum að þau hafa margföld heilsuáhrif. Þau mynda mjög mörg sveppaeiturefni. Þau geta mynda aspergillosis sem sýking, sem þýðir að þessi sveppi geta vaxið, ekki allir, nokkrar tegundir í þessum hóp geta byrjað að vaxa inn í líkamann og þau geta valdið ofnæmi. Og hér dæmi sem hefur líka verið í fréttunum á vefsíðu Náttúrufræðistofnunar. Det Aspergillus fumigatus, som kallað súlufruga á íslensku. Þetta hitakær sveppi og hann getur vel vaxið við 37 stig hiti, sem líkamshiti. Þessi tegund algengt innanhús, en geta komið sérstaklega fram eftir heitavatnstjón og í miklu magni. Það sést á þessi mynd. Myndina, þetta var hún Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir sem tók myndina. Hún sveppafræðingur á Akureyri og greinar líka á fullu miklusveppi. Og hún var að skrifa frétt þessi tegund, sem sagt, á web Náttúrufræðistofnunar. Og málið með þessi sveppi hann getur vaxið í lungi og getur mynda svokallað sveppabolti. Og þetta getur verið banvæn sjúkdóm. Og það hefur komist upp hér tilfelli af maður sem var að vinna í að laga hús, sem hefur komið upp heitavatnstjón. Og þetta byrjaði hjá honum nefnilega að sveppurinn byrjaði að vaxa í lungunum hans. Penicillium-tegundir, þetta annan ættkvísl, þau eru mjög algengir. Það er fleiri en 400 tegundir í þessi og þau eru oft blágrænir. Þau mynda lítið gró í keðjum á gróberum, svipað á aspergillus, en gró eru oftast slett og eru líka loftdreift. Þau geta líka vaxið á alls konar byggingarefni, en þau eru mjög þekkt. Við þekkjum allir brauðmygla og þessi grænmygla á ávöxtum. Þetta eru aðallega penicillium-tegundir. Þau geta líka mynda sveppaeiturefni og valda ónæmi. Svo eru svo kallað Scopulariopsis-tegundir. Þau eru oftast brúna myglu. Eru nokkuð svipað á penicillium-tegundir, mynda líka lítil gró í keðjum, sem eru oftast brún, eins og sést hér á þessi mynd. Þau mynda mjög oft kynnstig innanhús. Þessi kynnstig þeirra heitir mikroaskus og það myndast gróin. Þetta til dæmis gróin af ein tegund mikroaskus. Þau myndast í litlum svörtum gróhirslum og við sjáum þeim oft í gólfdúkum, eins og aspergillus, í lími en einir í múr og steypa. Heilsuáhrif, það ekki vita að þau mynda sveppaeiturefni, en þau geta brotið niður keratín og keratín luti á húð og nagla, svo þau geta valda húða- og naglasýkingar. Líka valda ónæmi. En ég vil tala aðeins eitt dæmi. Þessi hér, þessi tegund ekki þekkt fyrir mynda sveppaeiturefni.
Så vil jeg tale om tegn som heter Scopulariopsis brevicalis, og han getur leyst arsen, som eituefni, barneitradø, og først om samböndum. Þetta hefur gerst í Þýskalandi. Ég veit ekki hvort þetta hefur gerst á Íslandi, ég vona ekki. Í gamla daga hefur stundum verið notað litmálning sem heitir Paris Green, og í þessi málning eru efnasambönd með arsen, og þegar það kom, og hefur líka verið notað hér í veggfóður, og það kom upp rakaskemmt í vegginn, og þessi tegund, Scopulariopsis brevicalis, gat byrja að vaksa þar. Þá framleiddi hann efni sem var að leysa arsen úr þessum efnasamböndum, og arsen fór í andrúmsloftið, og þetta sem sagt baneitrandi, og það hefur oft gerst valda vöggudauði, og bara folk som var lenge í þessum herbergjum, bara dvalaði lengi í herbergjum, gátu bara deyja af því, og í langan tíma vissi enginn af hverju. Og ég segi frá því, þessi málning ekki notað lengri, sem betur fer, en þetta mjög gott dæmi fyrir að myglusveppir virka með efnum sem eru í byggingarefnum, og við veitum ekki mikið þetta. En ég haldi aðeins áfram eftir þetta. Cladosporium-tegundir, það eru mjög algengar í sýnum. Þetta fleiri en 50 tegundir, við veitum það ekki alveg, það eru líka svokallar cryptic species. Þetta eru tegundir þar sem ekki hægt að sjá með augum, þau líta ekki út öðruvísi en hina. En með DNA-greining ser maður að þetta eru aðrir tegundir. Það mynda brúne sveppþræði og gróberi, og gró með svokallar ör. Þetta eru som sagt algengaste myglusveppir innanhús. Og við sjáum þeim oft í timbur eins og glugga og þak, en líka á veggfóður. Oft þegar það myndast svona sýnileg mygluskán á málning eða veggfóður sem svona dökkbrún, þá eru þetta oft Cladosporium-tegundir. Þau framleiða magir ónæmisvaka og geta valda ónæmi, en líka sýkingar. Annan tegund núna heitir Chaetomium globosum, eða kúlustríneppa á íslensku. Þetta nú asksveppir, og þau mynda gró í askkýrslu sem þeirra kynjastig. Gróin eru dökkbrún, sést á niðri myndin, og sítrónulaga. Og þessi gró dreifast aðallega ekki með loftstraumum, af því það eru slímur, en þegar sveppurinn þornar upp, eins og hér á þessi mynd, þá geta gróin og líka brot úr sveppum fara í andrúmsloftið. Þessi sveppir lifa á cellulósa, og við sjáum þeim mjög oft á spónaplötum, en líka á gipsplötum og veggfóður. Þau þurfa mjög mikið raki til að vaksa, og hafa fjölbreytt heilsuáhrif. Þau mynda margir sveppaeituefni og geta líka valda sýkingar í fólki. Og verst að þegar þessi sveppur, kúlustríneppa, kemur upp, som sagt, það þarf mikið raki, og hann getur vaksið, en oft vandamáli koma bara upp sýkingar og veikindi, þegar byggingarefni þornar aftur og lutar sveppina fara í loft, og fólk andas þetta að sér. Þetta nú kannski uppáhaldsmyglan mín, hann kallað hættulegasta myglusveppir á íslensku, en saman með hér, Aspergillus fumigatus. Stachybotrys catarium heitir þessi, svartmygla, og hann heitir svona að því hann svart, og út af svart ílöng gró sem myndast á gróberum. Gróin eru slímur og dreifast líka með vatni, en som sagt, þegar sveppurinn þornar upp, þá fer gróin bara inn í lofti. En á meðan hann blauð oft eru ekki hægt að finna mörg gró í innilofti, þó sveppurinn kannski til einhvern stað. Hann lifir á cellulósa, og við sjáum hann mjög oft á gipsplötum sem myglað, en líka í veggfóður. Hann þarf mikið raki til að vaksa, og som sagt, stundum kallað hættulegasta myglusveppi innanhús. Og hann kallað þetta að því hann hefur fjölbreytt heilsuáhrif og myndar mörg ýmis sveppaeituefni. Til dæmis þessi svokallaðu trichotithins, veit ekki hvað það heitir eitthvað á íslensku.
En það sem áhugavert að vita ekki allir stofnar af þessum svepp mynda jafn mikið sveppaeiturefni. Það tala 3 stofnar af svartmikla, skilgreindu eftir svokallar chemical profiles, og það bara að sagt ein af þeim hættulegast. Það sést ekki í smásjá og vísjá hvaða stofna að ræða svo best að fara mjög varlega þegar þessi tegund að ræða. En hann kallað svartmikla, en það sem ég vil komast fram með svartmikla ekki alltaf svartmikla. Margar miklusveppi myndir svarte eða dökkbrúne sveppþræðir og gró, og til dæmis Stachybotrys og fleiri tegundir. Og þegar við ekki hægt að greina þessi miklusveppi með berum augum, þegar við sjáum einhvers staðar svartan miklusvepp og horfum á þetta, án vísjá, smásjá eða aðri aðferðir, við vitum ekki hvað þetta ekki einu sinni. Ég hef nú skoðað fleiri en 1000 sýni og hún Gyða líka. Það ekki hægt að segja bara í gegnum að horfa á þetta þennan og þennan tegund. Það þarf alltaf að skoða þetta í vísjá, smásjá eða nota aðri aðferðir. Svo ekki fara strax í panik ef það svart mikla einhvers staðar í húsinu. Það kannski ekki endilega svart mikla. Og það ekki bara miklusveppi sem við höfum fundið innanhús í rakkaskemmtum húsum. Það líka svo kallað fúasveppi. Þetta oft kolsveppi, þetta hópar sveppa. Það margir ýmsir tegundir í þeim. Við sjáum þeim oft í þak og sem sagt valda fúi. Það líka til mjög áhugavert sveppi sem veiða þráðorma, heitir nematoda. Sést á þessi mynd vinstri uppi. Og það myndir sveppþræði og þegar þessi þráðormar fara í gegnum hann, það bólgar þau allt í einu upp og halda hann bara. Og við sjáum líka oft slímsveppi, oft á þak þegar það mjög mikið raki til staðar. Við sjáum stundum útisveppi, þetta nú orð sem ég hef búið til, þetta ekki íslensk orð, til dæmis her. Þetta her ég glemdi hvað hann heitir á íslenska, heitir Coprinus á latinu. Og sveppum fylgja oft smádyr. En mjög oft sjáum við líka bakterier í húsum, til dæmis gíslabakterier, þetta her. Þau vaksa eins og sveppþræðir. Og hvernig greinum við miklusveppi? Það sem við notum her hjá Náttúrufræðistofnun, við greinum þau í við og smásjá, eins og sérstu uppi á myndinni. Þetta her Kristmann hjá Hús og Heilsu, það vorum við að vinna í Íslandsbanka. Og sýnin sem við skoðum, þetta oftast sýni af byggingaefni, stundum líka ræktunarskál, en svo líka hægt að taka stróksýni eða límbandsýni. Og kostar við þessi aðferð að þetta frekar rætt. Svo þeir alltaf að bíða og frekar ódýrt. En gallið með þessi aðferð þegar við skoðum sýni, það greinist oft ekki allir miklusveppir sem inn í sýni. Nokkra kannski bara í litlu magni eða erfitt að greina. Og margir greiningar bara á ættkvíslastig og ekki á tegundastig, því þau oft mjög lík hvort annað. Og við sjáum til dæmis ekki, við sjáum Aspergillus, við vitum, þetta ættkvíslin Aspergillus, en við vitum ekki, þetta Fumigatus, hinn hættulega sem getur vaxa í lungun, þetta annan tegund sem getur kannski bara valda her ónæmi. Það sjáum við oft ekki, nema hann sé mjög miklu magni. Þessi aðferð samt mjög gott að nota þegar maður vil vita, mikla til staðar í byggingaefni, hversu djúpt miklan í efninu, og til að greina helstu miklusveppi í sýninu. Annað sem hægt að gera, sem við gerum ekki ennþá, en sem langar mikið að gera, DNA-greiningar. Hægt að gera raðgreining, sequencing, til að vita hvaða tegundir til staðar. En það annan aðferð sem heitir quantitative PCR, og í þessi aðferð það unnið með ákveðum tegundum og magnagreina þær. Oft tekið ryk eða stróksýni. Og kostar þessi af DNA-greiningum þau nákvæm.
og finna mjög lítil magn sveppanna. Það þarf bara eitt gró og maður getur séð þetta í DNA-greining. Og sem sagt hægt með qPCR að magnagreina sveppanna til að sjá hvað margir af þeim til staðar. Gallið kannski ef unnið með reyksýni, sem bara tekið einhver staðar í hús og maður finna mikla í því, þá þarf maður samt að finna staðarinn þar sem miklan vex í húsinu. Þetta hvað heitir aðferð sem notar qPCR, som jeg var tala som heter ERMI, Environmental Relative Moldiness Index. Jeg ætla ekki að reyna að þýða þetta á íslensku. En þessi aðferð þróað í Bandaríkjunum og skoða ákveðnar tegundir í reyksýnum. Og með ákveðnar tegundir meina ég það til, þegar maður skoðar mörg sýni af rakaskemmdum húsum, það til alltaf oft sama tegundir sem dæmigert fyrir rakaskemmt hús. Og svo til tegundir som geta vaksa bæði í rakaskemmt hús en líka komið út í lofti, að vaksa annan staðar úti. Og som sagt, það skoða ákveðin lista af tegundum. Síðan voru þau að búa til reiknirit eða algorithm sem reiknar út miklu stig, Relative Moldiness Index, og setja bara nummer á. Þetta sést her, þetta frá -10 til 20, og det røde bara því að, ok, skolum reyksýni og finnum þessi tegund, húsið sennilega rakaskemmt og hættulega tegundir í því. Það græn, getur samt verið að við höfum finnist sveppi í því, en þetta voru kannski tegundir som kommer með út í lofti og veitum, ok, þetta kom sennilega ekki frá húsinu sjálf. Kostur við þessi þetta hefur við prøver í nokkrum rannsóknarstofum í ýmsum löndum. En mjög mikilvægt með þessi aðferð að þetta mjög tegundasamsetning, mjög breytileg eftir löndum og loftslagi. Til dæmis í Finnlandi. Þau nota fyrst sama tegundalisti sem nota var í Bandaríkjunum. Við finnum þetta sagt ekki svo mikið finsk hús, en voru síðan að búa til þeirra eigin listi með bara brot af tegundum som skoða í Bandaríkjunum, sem voru bara meira dæmigert fyrir Finnland. Og svo spurning, hægt að nota þessi á Íslandi? Ég segi já. Hvaða tegundar við að skoða? Við verðum bara að prøfa þetta. En ok. Hvernig nú hægt að forðast mikla í húsum? Það hægt að gera mikið. Það kemur upp leiki, það mjög mikilvægt að ganga strax frá leikinu. Að því eftir 1 til 2 dagar þá getur miklusveppi byrja að vaksa. Mikilvægt að hafa nægjanleg loftræsting í húsum, hafa bara opna gluggana og hurðina og láta bara lofti blása í gegnum. Hafa lágt rakastig og hita húsin vel, ekki gott þegar húsin kalt. Og hafa gott einangrun, svo engin kuldabrýr myndast. Og mjög mikilvægt líka þegar byggt nýtt hús að láta steypa þarna áður að setja á parkett eða gólfdúk. Og vera svolítið varleg með að nota gipsplötu í våtrýmum. Af því þegar þau blotnar, það pappi á gipsplötum með cellulósa. Og til dæmis svartmikla, hann lifa á þessi cellulósa, så á gipsplötum geta vaxið hættulega miklu tegundir. Og hvað við nú að gera þegar það byrja mikla að vaksa í húsinu? Og 1, 2 og 3 bara að ganga frá rakaorsök. Og mjög mikilvægt að vita að miklusveppir vaksa oft inn í byggingarefni með sveppþráðum. Ekki bara á yfirborðið, for við sjáum þetta kannski ekki. Þess vegna þegar byggingarefni verða miklað, besta leið bara að fjarlægja þessi byggingarefni, og þegar það mikið mikla að ræða, gott að nota hanska, öndunarkrem og búning, plasta af svæði, svo þegar það gert við þetta gró og út af sveppþráðum sem koma í lofti, dreifast ekki út allt og í hina herbergi sem ekki miklað. Og ofta þetta þannig, þegar maður búinn að gera við húsi, þá
eftir þá oft meira gró í lofti eftir reynslan en áður var. En það bara eðlilegt, það ekki ástæða fyrir að hafa áhyggjur af því. Så ég segi best ekki nota eiturefni, sérstaklega þegar byggingarefni eins og sem eru ekki slett ræða sem eru nú flesta. Af því ef maður setur eiturefni á, þau drepa bara hluti af sveppnum. Þau geta til dæmis ekki fara djúpt inn í efni. Så þessi sveppþræðir sem eru inn í efni, þau lifa áfram. Svo við myndum, ef við segjum, ok, við værum með mjög sterk eiturefni sem myndi ná að drepa allir sveppir, þá geta dauði sveppir líka valda sama vandamál og lifandi sveppir, af því það ekki hægt að drepa sveppa eiturefni, af því þau eru ekki lifandi, og dauð gró geta líka valda ónæmi eins og lifandi gró, og eiturefni geta verið hættuleg fyrir manneskju og dýr. En til að fá meira leiðbeiningar hvernig reynsa mikla húsnæði, það eru góðar leiðbeiningar hjá umhverfisstofnun, inniloftslagi og mikla í híbýlum. Og eins og ég sagði, þá benda ég á þetta mjög flott fólk her frá Eplahús og Heilsa. Og ég ætla að segja bara nokkuð orð mikla og læknisfræði og þetta mjög stort rannsóknarsvið. Myglusveppi innanhús geta haft fjölbreytt áhrif á heilsunni. Þetta bara listi af einkennum og ég var stila þetta frá websíðan hjá Hús og Heilsu. Þetta bara, þið þurfa ekki að lesa þetta allt, ég vil bara sýna að þetta geta verið mörg einkenni og fjölbreytileg og mismunandi á milli fullorðnum, börnum, eldri fólk, nokkrir eru meira viðkvæm fyrir myglusveppi en aðrir, oft börn og eldri fólk og fólk með viðkvæm ónæmiskerfi. Og svo það mikla húsnæði og fleiri mannskjur inn í það. Það alltaf nokkrir sem finna fyrir fleiri einkenni en aðrir. Þetta lítur nú út við rosa flókið, en sveppaeiturefni geta valda sýkingar í líkamann. Ég var að tala þessi við hér Heiða frá Hús og Heilsu og þetta sýna bara, þetta geta mynda hér svo kalla, sýking, chronical sýking á íslensku, bólgu í allan líkamann. Og sveppaeiturefni, þegar við öndum þetta að okkur, eða þetta kemur á annan leið inn í okkur, eðlilegt þegar við hress og ekki hér, viðkvæm fyrir það, að líkamann vinnur þetta bara út. Í gegnum ónæmiskerfi eða bara í gegnum svita og þetta eðlilega leið. En máli geta verið ef við viðkvæm eða ef við í langan tíma í húsnæði sem miklað með sveppum sem framleiða sveppaeiturefni, þá geta þetta farið í hina leiði hér til hægri og eins og þið sjáu án að skilja þetta kannski allt. Þetta mjög fjölbreytileg áhrif sem þetta geta haft og við getum fundið mjög mismunandi einkenni. Så þetta getur verið rosa erfitt að greina hér, hvað kallar þetta, mygluveikindi eða myglusýking. En þetta var nú mikið sem kannski ræðandi og ég setti inn þessi mynd til að sýna myglusveppir ekki bara vondir. Þeir nauðsynlegir í náttúrunni. Þeir nota í lyfjagerð, þeir framleiða fullt af antibiotics, til dæmis penicillium tegundir. Þeir nota í matargerð, og til dæmis þeir framleiða jólabjór. Og sveppir, það nýju aðferðir, það sem skoða að sveppir geta líka brotna niður plast. Og þetta bara spurning vitneskju, að vita hvernig virkar sveppir, hvernig virkar myglusveppir og jafnvægi. Já, takk fyrir það. Og ég heiti Víðir á Vinnueftirlitinu. Það sé eitthvað í loftinu eða kaffi ég að fá í hálsinn. En
Það kom svo oft fram að þetta geti valdið ofnæmi. Já. Það meira á húð eða í öndunarfærum? Eða annars konar ofnæmi? Ég veit ekki nákvæmlega. Fyrsta leið oft í öndunarfærum. Þetta oft fyrsta einkenni þegar maður í mikla húsnæði. Ég finna bara truflanir í hálsinum og stífla í nefum. En ég veit engin tölu ofnæmi í húðinu. Vitið þið eitthvað það? 24% cirka. Ok. Almennt ofnæmi. Það mismunandi einkenni í flest almennt. Þessum með ofnæmi í þá. Næsta spurning. Ég heiti Albrecht og ég var að stofna félagssamtök ásamt nokkrum konum sem heitir GRÓ, sem myglu- og rakavandamál á Íslandi. Og mér langar að spyrja sá sem hérna, ég sjálfur eins og þú, þannig að ég gerir villur. Mér langar að spyrja, einhver læknir hérna? Út af því að við höfum lendið því svo oft að læknarnir treysta sér ekki að greina sjúkdóm sem tengdur myglu. Ef þú með eitthvað á húðinni, þá segir hann, já, við smyrjum bara á þetta eitthvað. Ef þú með vandamál í lungum, þá tekur bara púst. En engin læknir treystir sér að segja þessi sjúkdómur stafi af myglu. Veist þú eitthvað þetta? Má ég gefa orðið til þín, Heiða? Heiða, vilt þú svara? Ég hitti Heiða í síðustu vikuna nákvæmlega vegna þetta og fékk mjög margar upplýsingar frá henni. En hún hjúkrunarfræðingur, svo hún veit miklu meira þetta en ég. Þetta voðalega erfitt, þetta allt faraldsfræðilegar rannsóknir af því að við getum ekki tekið fólk setta inn í herbergi með myglu og pröfað okkur áfram með það. Það hefur ekki á dýrum. Þangað til það verður ekki, þá held ég enginn sem vill stíga fyrsta skrefi. Þetta mjög erfitt. En það erlendis að byrja og við vonum bara að gera sérna heima fljótlega. En það ekki komið að því ennþá. Það rannsóknir í gangi samt sem áður. Takk fyrir það, Heiða. Eru fleiri spurningar? Hér kemur einn. Þú talaðir myglu í gifsplötum. Já. Eru það venjulega gifsplötur eða vótrúmsgifsplötur? Ég var bara að hugsa þessi venjulega gifsplötu. Já, það eru til þessa bláu, þær eru notaðar í baðherbyggi. Hér á bláum, það bara pappírslag á þessum gipsplötum líka? Já. Málið með gipsplötum nefnilega pappírslagi sem á því, sem sagt að því það cellulósa í þeim og sveppina getur vaxið á því. Ég veit ekki nákvæmlega hvað öðruvísi með vótrúmsgipsplötum, það bara annan hvað heitir það, ákveðin málning á því eða? Nei, ég hef séð þetta, þetta var notað í byggingu þar sem ég var með eftirlit á. Og svo þegar þessar plötur koma þá eru settar upp á þak á húsinu og ég segi við smiðina, við verum að breiða yfir þetta, búntið. Nei, segir þess. Æja, það var ekkert hægt að ræða þetta. Nei, ég myndi ekki Svo eftir viku, þá var búið að rigna dálítið og það sá ekki á þeim. Það var bara ein palletta af gifsplötum fyrir 50 cm hátt og hafði rignt á það. Sá ekki á því. Ef það rignir svona á gifsplötu venjulega, þá var hún að mauki. Þessi venjulega gifsplata, hún leysist upp. Það eru alónýt, en ekki þessar. Þetta kom mér mjög á óvart. Það ein spurning, loka spurning, tíminn eiginlega liðin hjá okkur. Hann var á undan hérna aftur og koma, spretta upp hendur hér. Já, ég heiti Magnús Sædal og þakka fyrir mjög gott erindi. Nú, það kom fram í erindinu að það hafa verið tekin eða rannsökuð yfir 2000 sýni úr húsum. Hafa menn gert rannsóknir á uppbyggingu þessara húsa? Eitthvað sem einkennir þau?
Hafa menn skoðað hvaða hitakerfi í þessum húsum og hvernig frágangurinn svona almennt? Takk. Sýnin sem ég hef skoðað sjálf, sem við höfum fengið hingað, þetta sýni á alls konar hús. Þetta gömlum íbúðarhúsum, nýjum íbúðarhúsum og fyrirtækjum húsum. Þetta voru alls konar ýmis hús og ég held það var bara ekki neitt sem var svona hvað sameiginlegt einkenni af þessi hús nema þau voru rakaskemmt. Einhvers stað. Ég ætla aðeins að bara tækla hérna gifsplötuna, Kristmann heiti ég, vinn hjá Eflu. Þessar gifsplötur sem þú varst að tala með rakaþolna, þessar rakaþolnu gifsplötur. Já, timbur eða pappírinn með annars konar lími í sér heldur en á hefðbundnu plötunum. Þannig að þú veist, það þoli meiri raka og það þoli þannig sem meiri bleitu en þetta myglar samt sem að Gifsi myglar ekki. Gifsi sjálft virðist ekki mygla hvorki í venjulegum eða hinum plötunum. Gifsið í þessum mótrómsplötum bláu, það heldur sér alveg og Gifsi greinlega rannsóknarefni, það loka spurning frá Evu. Já, Eva Bendisdóttir heiti ég kenni örverufræði í Háskóla Íslands. Mér langar til þess að vita hvernig greinið sem sagt þegar þið eru búin að fá spurningu fólk með einkenni í einhverju húsi og þið finnið myglusveppi og ég meina að það eru sveppir út allt eins og bakteríur, þetta mjög víða. Hafið þið magngreinið einhvern veginn eða einhverju sérstakar kröfur með tilliti til hversu mikið þið sjáið í sem sagt ykkar rannsóknum? Við getum auðvitað maggreint nokkuð lut í gegnum hér skoða vísjá og smásjá. Maður sér strax, það mjög mikið til dæmis af svartmygla og lítið af aspergillus kring þau. En þetta hugsa það, hvernig Já. Eitthvað sérstakt magn þá sem að við erum ekki að skoða lítið sem þið finnið Já. Við erum ekki að skoða loftsýni hér. Við tekum stundum hér ræktunarskála. Það hægt að maggreina eitthvað í því. En til að gera þetta mjög nákvæmlega, þá best að fara hér í DNA-greininga í þessi aðferð sem heitir qPCR. Það sem maður tekur annarkvort reyksýni, þetta bara stróksýni af reyki. Og þá hægt að maggreina nákvæmlega á þessi svæði, það sem sýnir að teka hvað margir sveppaluti til staðar af þessi og þessi tegund. En við höfum ekki notað þessi aðferð ennþá, en sem sagt, okkur langar mikið að pröfa þetta.